Í þessari upptöku ætla ég að sýna ykkur hvar við náum í upptökuna til þess að setja inn í Moodle eða WordPress eða hvar sem þið viljið setja upptökuna. Fyrst sem við þurfum að gera er að sjálfsögða að skrá okkur inn í YouTube. Ég er hérna á YouTube-rásinni, YouTube-síðunni og ég smelli hér á Sign In. Ég vel að því ég er með marga Google aðganga hérna, þá vel ég þann sem að ég ætla að skrá mig inn og það er þessi hér. Ég notaði hann þegar ég var að stofna þessa rás. Og hér er ég beðinn eða spurður hvort að ég vilji opna YouTube sem þessi Moodle test rás eða sem ég sjálfur. Þannig að hún finnur 2 rásir. Eðlilega þá ætti ég að velja hérna Moodle test, en þá fer ég náttúrulega bara beint á réttan stað. En ef ég vel rangt og smetla OK, þá fer ég inn á hina rásina, en það er allt í lagi. Ég smetli bara hér í hornið og get valið hérna Switch Account og þar vel ég bara aftur hérna Moodle test og núna er ég komin á réttan stað. En ég ætla að finna upptökuna til að setja inn í Moodle. Ég smetli hér á hornið til þess að finna upptökunar og ég smelli hér á eitthvað sem heitir Creator Studio. Og inn í Creator Studio þá sjáum við að það er hérna upptaka. Það er líka að fara inn í Video Manager og þá sjáum við öll vídeóin hérna í lista. En allt í lagi, ég smelli á vídeóið, ekki hér. Það er hægt að smetla á hér, en ég smelli á vídeóið sjálft. Og það byrja sjálfkrafa að spila, en ég ætla mér sem sagt að fara með þessa upptöku og setja hana inn á Moodle rásina og það er hérna hnappur sem stendur Share. Þetta hér er slóðin á myndbandið. Þið getið bara tekið þessa slóð ef ég gerir hér bara copy á slóðina, fer inn í námskeið. Núna þegar ég ætla að setja inn þá smelli ég á í ritunarham. Ég vel hérna nýtt viðfangsefni eða aðföng og hér neðst niðurið sjáum við að það er vefslóð. Þetta er bara einföld vefslóð sem ég ætla að setja inn. Ég gerir svo bæta við. Ég get sett eitthvað nafn hérna bara og ég skrifa bara myndband tengill og svo setja ég slóðina hér. Og þetta er slóðin og vista og fara aftur í námskeið. Og þá er komið hér myndband tengill. Kannski ekki besti staðan til að sitja hérna efst uppi, maður myndir náttúrulega sitja í rétt viðfangsefni. Og ef ég fer úr ritunarham, þá er komið tengill hér sem að fer með mig bara beint á myndbandið og byrjar að spila. Ég get líka valið að hafa svona glugga sem að spilar myndbandið. Og þá er það gert með embed kóða. Ég fer aftur í ritunarham og segjum að ég vilji hafa þetta undir þessu hérna viðfangsefni. Get ég farið í blýantinn hér. Nei, ekki hér, þetta er að breyta nafninu afsakið. Ég fer hér í að breyta og gera edit topic. Og þá fæ ég ritilinn upp. Ég get náttúrulega breytt nafninu á þessum efnisþátt í eitthvað allt annað. En til þess að setja inn svona embed kóða, þá þarf ég að nota það sem við kallum HTML. Og hér er HTML. Það er þessi hérna hnappur. Þá er ég komið með annars konar ritil. Þetta er voða einfalt. Ég fer í upptökuna og hér munið ég smelti á Share og þá kom slóðin, en það er líka til eitthvað sem heitir embed. Og ég vel það og það er þessi hér kóði sem að ég tek. Og rauninni dugar að smetla á hann og smetla bara hér á copy. Núna er hann búin að kópera þennan texta fyrir mig og þá get ég farið hérna aftur í þetta og peistað bara þennan kóða hér. Og ég gerir bara vista breytingar. Þá sjáum við myndbandið er komið hérna. Og þetta er allt og sumt. Það eru þessar 2 leiðir. Ef að þið setjið svona embed kóða þá spilar það hér.
ef að þið notið ekki embed kóða þá færist einstaklingurinn yfir á YouTube til að horfa á myndbandið. Og í raun er það allt í lagi. Myndbandið er ennþá falið. Það er bara að því að hann er með akkurat slóð til þess að komast yfir á þetta myndband sem hann kemst til að horfa á myndbandið. En ef hann spilar það hér, þá náttúrulega hefur hann heldur ekki slóðina. Og það er alltaf synd.